Góðan dag. Ég verð eiginlega bara að byrja á að segja kannski hvað það ánægjulegt að sjá hér fullan sal af fólki sem lætur þessi mál sem varða. Efling áfallaþols þetta eins og Þorbjörg Sigríður búin að fara yfir. Þetta samstarfsverkefni okkar allra í samfélaginu og verður því bara að fagna því að við séum svona mörg að hlusta á þessi erindi hádegisins í dag. En eins og fram komið þá heiti ég Hinrika Sandra og ég verkefnastjóri á Varnarmálaskrifstofu utanríkisráðuneytisins og ég hef haldið utan þetta áfallaþolsverkefni stjórnvalda síðastliðin árið. Þetta svona verkefni sem eru unnið í nánu samstarfi við margra ráðenda og ríkislögreglustjóra og þetta þannig málefni og þannig verkefni, þetta fer þvert á stjórnvöld, þvert á ráðuneyti, þvert á stofnanir og almenning og einnig auðvitað atvinnulífið sem lykilþáttur. En hér erum við þá komin til þess að kynna þessa áfangaskýrslu sem dómsmála- og utanríkisráðuneyti gáfu út þessi svokölluðu 7 grunnviðmið Atlantshafsbandalagsins. En hún var unnin í líka nánu samstarfi við forsætisráðuneytið og embætti ríkislögreglustjóra. Eins og fram komið þá þetta svona í raun og veru einn áfangi af marglaga vinnu og í þessari þá heildstæðu kortlagningu sem hefur verið í gangi. Og það hefur verið allt að því markmiði að efla samfélagslegt áfallaþol hér á landi. Það nefnilega þannig að hugtakið áfallaþol eða kannski viðnámsþróttur það hefur verið notað á ýmsum sviðum sem stefnumarkandi áhersla og verið álitin einn af þessum grundvallarþáttum í að tryggja öryggi hvers ríkis. Nágrannaríki og bandalagsríki okkar hafa því á undanförnum árum lagt ríka áherslu á að efla áfallaþol sinna samfélagi. Og það má einhverju leyti segja að við séum ekki komin alveg eins langt á veg og þau. Við hins vegar höfum auðvitað hingað til búið það líka öryggi að vera landfræðilega langt frá heimsins vígaslóðum. En fjölþáttaógnir og aðrar öryggisáskoranir nútímans hafa gert það að verkum að við getum ekki verið blind fyrir þeim ógnum sem af þeim stafa og þá þeim vörnum sem þörf á að byggja upp. Það fer heldur ekki fram hjá neinum líkt og Þorbjörg Sigríður dómsmálaráðherra nefndi hérna að heimurinn að breytast og hann að gera þetta dálítið hratt og við þurfum auðvitað að vera bara ákveðnu leyti undirbúin fyrir þá heimsmynd sem tekur við. Efling samfélagslegs áfallaþols einmitt lykilþáttur í því líka. Og við þetta sem þjóð þekkjum það að náttúruvá af eigin hendi og við skiljum mikilvægi þess að kerfin okkar fúnkari og gangi þegar hamfarir dvína yfir. En það auðvitað þeim grunni sem við viljum kannski byggja upp okkar samfélag. En ef við förum svona vindum okkur bara aðeins í þetta, þá langar mér bara að byrja á að nefna eins og við kannski líka komið hérna fram að það alls konar vinna í gangi. Og það má í raun segja að þetta sé ákveðið púsluspil. Og við þurfum að setja það saman og það hefur margir hlutverk í þessu púsli. Og það má auðvitað nefna það að það búið að stofna ráðherranefnd öryggis- og varnarmál. En hún hefur sett auðvitað ákveðinn fókus á þessi mál með breiðri linsu. Og það auðvitað þessi vinna sem hófst núna síðastliðin vor með setningu með skipan samráðshóps þingmanna við að móta stefnu í öryggis- og varnarmálum. Hún liggur núna fyrir þinginu sem þingsályktun. En þá einnig líka nokkur frumvörp og það má auðvitað nefna almannavarnafrumvarpi sem hann Runi mun fara hér yfir á eftir. En það einnig líka frumvarp rýni og fjárfestingum erlendra aðila vegna þjóðaröryggis og allsherjarreglu. Það hafi á undanförnum árum einnig verið ansi mörg önnur mál sem hafa farið fyrir þingið og haft það markmiði að efla mismunandi geira samfélagsins. Og samhliða þessu öllu þá höfum við verið að vinna að þessari kortlegningu og átta okkur á því hvar eru götin, hvar eru gloppurnar, hvar þurfum að bæta okkur. Og það má náttúrulega heldur auðvitað ekki gleyma því að á undanförnum árum hafa dunið okkur alls konar hamfarir. Þannig að embætti ríkislögreglustjóra og almannavarnasvið þess hafa þetta tekist á við alls konar áskoranir. Og það allt lærdómur og þetta allt veganisti inn í þessa vinnu sem við þurfum að vinna að. Þannig að það má auðvitað telja ýmislegt margt fleira einna, en þetta auðvitað einhverju leyti þau mál sem hafa kannski undanfarna ár. Þannig að það eins og ég segi, það alls konar í gangi, það alls konar vinna og þetta allt þáttur í því að efla samfélagið. En þá, já. En áður við förum kannski í skýrslunum, þá langar mér bara svona aðeins að snerta á þessu hugtaki, áfallaþol, viðnámsþróttur, viðnámsþol, segla. Fólk hefur eðlilega skoðanir á þessum hugtökum. En kannski lögfræðingur sem ég þá ákváðum við bara að horfa til þess að í almannavarnalögum hefur áfallaþol verið bara held í raun frá lögum 2008 og jafnvel lengur. Þannig að við ákváðum að í raun og veru að byggja á því hugtaki
og að samhliða því þá náttúrulega í frumvarpi núna til heildarlaga almannavarnir það hugtak notað og því gefið í raun og veru ákveðið aukið vægi og sem svona lykil áhersla í fyrirbyggjandi aðgerðum. En hvað þetta? Áfallaþol. Það þessi geta kerfis eða samfélags til þess að forðast, draga úr eða yfirstiga hættuástand með fyrirbyggjandi aðgerðum og viðbrögðum. Á einföldum máli má kannski segja að þetta getan til þess að bogna án þess að brotna. Að það einmitt þannig sem við þurfum að byggja upp og tryggja okkar mikilvægu samfélagslegu kerfi og innviði. Þau þurfa að geta verið undirbúin fyrir hvers konar áskoranir og vá án þess að þau brotni. Það sú stefnumörkun og öryggismenning sem við þurfum sem samfélag að byggja upp. En þá það spurningin, hvernig kemur Atlantshafsbandalagið sem hernaðarbandalag að þessu? Fólk þekkir auðvitað almennt 5. grein Atlantshafssáttmálans, þessa svokölluðu einn fyrir alla, allir fyrir einn. En fólk kannski ekki eins meðvitað 3. grein sáttmálans. En af henni hafa verið dregnar þessar stefnumarkandi áherslu sem Atlantshafsbandalagið hefur sett áfallaþol. Og það má í raun segja að síðan 2014 hefur áfallaþol notið alls konar stefnumarkun sambandsins. Og það þá í raun og veru búin að vera á síðustu leiðtogafundum bandalagsins frá 2014, 2016, 2020, alltaf gefnur út frekar og frekari áherslu það hvernig ríkin eigi að efla og treysta sitt áfallaþol. En það auðvitað það að með því að búa við öflugt áfallaþol þá samfélagið betur búið til að takast á við hvers kyns áfall. Og þessi 7 grunnviðmið hafa verið þróuð með það að markmiði. En hver eru þá þessi grunnviðmið sem NATO hvetur ríki til að vinna eftir? Það má kannski segja að markmið grunnviðmiðanna sé að tryggja aðildarríki geti staðið af sér og brugðist við alvarlegum áföllum, sama hvað váir fyrir hendi. Hún getur því verið hernaðarleg, tæknileg og samfélagsleg. Markmiðið bara ríki séu þannig búin að þau getur ekki brugðist við áfallinu, án þess að það veiki í raun og veru ríkið eða getu bandalagsins í heild sinni. Kjarni þeirra snýr því að styrkja borgaralega getu samfélagsins, meðal annars til að styðja við hernaðarlega getu bandalagsins. Í vinnu stjórnvald við eflingu áfallaþols hafa því áherslur og viðmið grunnveganna verið ákveðið svona leiðarljós að þeim markmiðum sem við viljum ná. Það má ákveðnu leyti segja að þau nái til stórs hluta okkar daglega samfélags. Þau snúa því að tryggja orkuaðgengi. Það að kerfin okkar, orkukerfin okkar, séu þannig búin þau geti staðist allar þær áranir sem geta á þeim dunið. Þau snúast að tryggja óreiðan rekstur í allir kjarnastarfsemi samfélagsins. Þau taka því yfir og ná utanum í raun og veru fjarskiptamál, samgöngumál, heilbrigðismál, matar- og vatnsaðföng, ásamt mörgu öðru. Þau eru því svona ákveðnu leyti, getur maður sagt, ákveðið verkfæri til að nota og meta hvernig samfélagið byggt upp út frá þessari grundvallarstarfsemi. Í áfangaskýrslunni var markmiðið í raun og veru að ramma inn þessa nýju áskorun og staðsetja okkur aðeins inn í henni. Ísland sem herlaus þjóð, hvar stöndum við inn í þessari stóru mynd og þessum áherslum Atlantshafsbandalagsins og sama tíma að ná utan á það regluverk sem við stöndum frammi fyrir að innleiða í gegnum EES-samninginn. Þetta eiginlega ekki svona einföld mynd. Maður verður að horfa á þetta með aðeins breiðari linsu. Það þannig að Atlantshafsbandalagið setur í ákveðnar áherslur fram. Við erum þátttakendur í EES-svæðinu. Þar kemur regluverk inn í okkar grundvallar geira og sem við þurfum að taka upp. Þetta spilar allt saman að því hvernig við byggjum upp samfélagi, það regluverk sem við stöndum frammi fyrir og hvernig þetta sameiginlega tryggir og treystir okkar áfallaþol. Þetta því svona í raun kannski ný linsa sem við þurfum að horfa í gegnum og ramma inn í samræmi við okkar veruleika og stöðu og jafnframt þá breyttu heimsmynd sem við getum staðið frammi fyrir. Það varpar því ljósi á ákveðnar áskoranir sem eru fyrir hendi hér á landi, bæði hvað varðar regluverk og stofnanaumhverfið. En hún einnig hugsuð sem verkfæri fram á við í þeirri vinnu sem fram undan á málefnasviðinu. Í henni fjallað hvernig önnur ríki að nálgast þessa mál og þá vinnu sem þar í gangi. Því það auðvitað þannig að það eru allir að huga því sama og við erum ekki ein að leysa úr þessum álitaefnum.
það auðvitað líka þannig að við erum auðvitað lítil þjóð og lítil stjórnsýsla og einhvern veginn, hvað maður að segja, já, en á sama tíma þá myndi maður alltaf segja þegar maður talar við sína kollega á nágrannaríkjunum að það sem við búum yfir þessi samheldni og þessar stuttu boðleiðir, þær hjálpa okkur. Þær eru styrkur í uppbyggingu á svona málum og það er styrkur í því til þess að vinna saman. En það er líka alveg ljóst að við erum ekki kannski komin eins langt á veg og nágrannaþjóðir okkar á þessu sviði. En við búum yfir umfangsmikilli reynslu og þekkingu, sérstaklega við því að bregðast við ófyrirséðum áskorunum. Og við höfum sýnt það í gegnum tíðina. Almannavarnakerfi hefur líka sýnt það getur brugðist við alls konar vá. En hins vegar á sama tíma þá þurfum við að huga að ákveðnum grunnatriðum í uppbyggingu áfallaþols og hvernig við getum á sem skilvirkastan hátt brugðist við þessum áskorunum. En í skýrslunni þá kannski skiptum við niður þessum svona helstu álitaefnum í 4 álitaefni. En það er öryggi æðstu stjórnvalda, mikilvægir innviðir, samstarf stjórnvalda og einkaaðila og fjölþáttaógnir. Það eru lagðar til tillögur að aðgerðum sem fela í sér að koma á laggirnar samstarfsvettvangi ráðuneyta að uppbyggingu áfallaþols undir forystu forsætisráðuneytisins. En þeim samstarfsvettvangi er ætlað að vinna úr kortlagningu alla grunnvegamanna. Þessi kortlagning hefur verið í gangi síðastliðna ári og er komin vel á veg og núna framundan verður unnið áfram á hvernig að vinna og útfæra þau málefni þvert á ráðuneyti, stjórnvöld og sama tíma atvinnulíf og almenning. En það er mjög mikilvægt að við horfum til heildrænnar nálgunar og uppbyggingu áfallaþols. Og þess vegna er einnig lagt til að stofna samstarfsvettvang stjórnvöld og einkaaðila. En þetta er samfélagslegt verkefni sem hvorki verður leyst á stjórnvöldum, einum né einkaaðilum og því þurfa allir að vinna saman. Fyrirmyndar að slíkum vettvangi má finna í nágrannaríkjum okkar, líkt og Finnlandi, en það má segja í raun og veru að þeir búi við margra áratuga reynslu af samstarfi stjórnvalda og einkaaðila og því að einhverju leyti er það bara inngróið inn í kerfið og samfélagið. Þannig að þar vinna allir saman. Þetta er alveg eitthvað sem við höfum getað þetta og við gerum þetta og sérstaklega þegar hamfarir inn í yfir ykkur, þá vinnum við saman og við vinnum mjög vel og náið saman. Það hefur bara reynslan og það er áskoranir sem við tekist á í síðustu ár sýnt okkur. En á sama tíma í þessu tilviki þá þurfum við kannski að undirbúa okkur aðeins betur og við þurfum aðeins að það eru öðruvísi áskoranir og við þurfum að tryggja það að við sem byrja að vinna saman áður en eitthvað gerist. En það eru ennfremur tillögur hérna sem snúa þessum áskorunum sem við búum fram fyrir og það eru þetta bara áskorunir í okkar lagaumhverfi, það er hvernig skipulagi okkar er og þannig að tillögur skýrslunnar lúta að því að ráðast í þær umbætur og er sú vinna nú þegar hafin. Þannig að kannski bara að lokum. Þá er áfallaþol sameiginleg ábyrgð okkar allra og þetta er verkefni okkar allra. Við höfum þetta öll mismunandi hlutverkum að gegna en með því að tryggja áfallaþol samfélagsins byggjum upp grunn að samfélagi sem brotnar ekki þegar á reynir heldur áfram. Og þannig viljum við reyna að nálgast alla þessa vinnu fram á við. Takk fyrir.